Í þessum þætti af Mótorhaus. Maður spólar á inniskóm. Togleður stragdráttur í Hafnarfirði. Drengur snarlar á tústrókolíu og Bergsveinn ekur snjóbleðli. Burnout er án efa ein undarlegasta keppni bíladaga. Þar eru bílarnir hengtir í spotta og menn látnir klára togleðrið. Keppendur fá 2 tilraunir til þess að sanna mikilvægi sitt. Fyrst var keppendur að spóla í 30 sekúndur og síðan fá þeir frjálsar hendur. Það er dæmt eftir látum, hávaða og fagnaðarlátum áhorfenda. Í ár var það Vilmundur Andrésson á Dodge Dakota sem bar sigur úr bítum. Í öðru sæti var Anton Ögmundsson á Camaro P-Porgali og í þriðja sæti var Arnar Már Arnarsson á BMW 530. Herru, þetta bara gengur fínt, bara magnað. Veðrið náttúrulega kom sem við vorum að bíða eftir, sumarið sko, það kom bara leið og bíladaga byrjuðu, þannig að við erum ánægðir. Hvernig er veðrið núna til dæmis? Aðeins að kólna en þetta er að klárast í kvöld, þannig að sumarið er búið að vera á gott á okkur í gær og fyrradag og sem komið er. Hvernig eru þessi bíladaga með undanfarna bíladaga áður? Þetta er bara svipað. Þeir voru sennilega öllítið stærri fyrra en þá var dagsetningarnar hagstæðari fyrir okkur. Núna var 17. júní á miðvikudag og vinnudagur sirkur megin við, þannig að það er svona öllítið færra fólk en þetta er samt alveg frábært. Hvað myndir giska að væri cirka margir að koma? Það er rosalega erfitt að segja, þetta eru 2-3 manns á hverju viðburð og sumir koma allt og aðrir ekki en eflaust er einhver þó nokkur þúsund manns að koma og bílanda alltaf. Hvað stendur upp úr? Heyrðu, þetta stendur náttúrulega allt upp úr sko, en dröllispinnan er náttúrulega svona fjórhjóladrif sport og stendur upp úr hjá mér. Vilmundur Þeir, til hamingju með þetta, ertu ekki ánægður með þig? Jó, það er ekki að já, ég fekk ánægður með þetta. Það er alls ekki að búast við þessu, ég mætti ekki annað. Djúlega gaman. Þú segir okkur aðeins, hvernig undirbyrjuð þið fyrir svona keppni? Sef ekki neitt og mæti. Bíllinn, er hann hentugur í þetta? Já, þetta er 8 senda vél og orka vél og beinskuttugun. Það virkar, gert það undan fyrir ára. Alltaf, ég bílaði ekki neitt og allt er góð bara. Ertu búinn að keppa í þessu lengi eða? Hvað er þetta ekki, 4 ári sem ég mætti hérna. Held það. Það var annar byggarinn minn. Þetta er þriðasæti hérna, 2013, 12. Svoleiðis á þessum. Þetta er aðeins velunum Í sambandi við dekkin, er þetta eitthvað spes dekk sem þú ert á eða er þetta bara eitthvað venjulegt? Þetta finnst einungis á dýpsta botninum á dekkjagánum. Alveg neðsniði. Og mikill þrýstingur? Já, mikill þrýstingur. Hvað ertu með þeim cirka? Ég deldi nú 6 bögur í þau. 6 bögur, 90 pund, já. Þetta var glæsilegt, þakka þér fyrir og gangið vel. Til hamingju með þetta, Anton, ertu ekki ánægður? Takk fyrir það, jú, mjög ánægður, þetta var bara æðislegt. Hver er lykillinn að góðri velgengi í Burnout? Bara láta flakka, skýtt með allt. Þola tækinn þetta alveg? Það er mjög sjálft. Þegar ég var að keyra í burtu þá hætti hann að taka gíra. En maður svona nauðgaði þessu bara gír og
það virkaði. Ertu þá með sjálfskiptingu eða girkassa? Ég er með gírkassa, beinskipt, 5 gíra. Og er það betra? Beinskipt er best. Alveg klart mál. Ertu búin að keppa lengi í þessu? Já, þetta er ekki mynd keppni, ég er bara að leika með sko. En maður er búinn að gera það nokkuð sinnum. Svona á Hornafirði og hérna á Akureyri aðalega. Og tuggan alltaf í lagi? Já, svona, tók eina góða helgi, góða sirpu á honum. Skrúfaði mótorinn sundur, skipt hett og knastás. Hann virðist halda. Vi skal klare for at ta dem til å bli forgullet. Nei, herru, hann lægt stöðarunum. Hann tekur ára stöðarann. Þetta köllum við mark keppni. Hann gefur þessu bens, nei, fyrir hopp ekkert eftir. King of Street fór fram 11. júlí á kvartmílubrautinni í Kapellurhrauni í Hafnarfirði. Það er kvartmíluklúbburinn sem heldur keppnina og er það í 7. sinn sem hún var haldin. King of Street er spyrnukeppni þar sem keppt er í 3 flokkum og skiptast bílarnir í flokka eftir dekkjagerð. Flokk radialdekkja, flokk dotmerktra dekkja og outlaw þar sem öll dekk eru leyfð og bílar mega vera óskráðir. Mótorhjólin skiptast í 2 flokka, annars vegar standardflokk sem á við óbreytt hjól og hins vegar modified flokk þar sem alla breytingar eru leyfðar. Að lokum er raðað upp í svokallaðan allt flokk eftir tímum, þar sem slakasti tími keppir við næstslakasta og kolla-kolli. Þar til einn stendur uppi sem sigurvegari og hlýtur titilinn King of Street. Eftir spennandi keppni var það Elmar Þór Hauksson á Plymouth Valiant sem hlaut titilinn í bílaflokki og í hjólaflokki sigraði Ragnar á Einarsson á Suzuki Hayabusa. Eftir keppnina ræddi Axel Darri Þórhallsson við Ingól Árnason formann kvartmíluklúbbsins. Ingo, þú ert á kraftmesta bílum sem var hérna að keppa í King of Street í dag. Hvað kom til? Akkur vinnur þú ekki þessa keppni? Ég held að það væri nú ekki mjög sanngjarnt þegar ég fara að vinna keppnina sem formaður klúbbsins. Nei, þetta var bara ekki minn dagur í dag. Ég er með erfiðan bíl, beinskiptan og verulega öflugan og það er erfitt þegar mikið afli er komið í bílinn að koma nú á milli gíra, sérstaklega á milli fyrst og annars. Þannig að þetta var bara ekki minn dagur í dag. Þannig að það er meira krefjandi að vera með beinskipt heldur en sjálfskipt í svona stuttri braut?
Það er miklu meira krefjandi þegar þetta er orðið sem sagt Pro 3 sem að öll ljósin koma á í einu og tekur af stað eftir það vegna þess að á beinskiptum bíl þá þarf þetta að undirbúa startið. Þú getur ekki bara verið tilbúin eins og sjálfskiptum bíl bara með takkan eða búin að stíga á sem sagt bensíngjöfuna og láta hann gossa það. Þú er alltaf að undirbúa startið svolítið á beinskiptum bíl þannig að hún er ekki jafn góð viðbragð. En svo eins og segið, þegar þú komið mjög öflugan götubíl eða beinskiptan bíl þá er alltaf svolítið trikki að hitta í alla gíra í öllum ferðum. Það er eiginlega nánast útilokað. Þannig að þessi King of Street keppni er svolítið trikki, styttri braut en venjulega og annar ljósabúnaður. Já, eins og sýndi sig bara í dag, veist að kraftmesti bíllinn hann vann ekki, næst kraftmesti bíllinn vann ekki heldur og þriðji ekki heldur. Þannig að þetta er stutt braut, það má ekkert út að bregða. Og veist, 200 metrar, það styttir helming vegalengdina og þá er ennþá meira krefjandi að vera snöggur á ljósunum og þetta gerir þetta bara meira spennandi. Bíllinn þinn, hvernig er hann útbúinn fyrir svona keppni? Þetta er Twin Turbo Corvette, sjást kringum 1000 hestablóti hjóli eins og ég var með hana í dag. Þannig að þess vegna er hún mjög erfið. Ef ég hefði verið með hana stilta niður kannski 800 þá hefði ég ekki verið að feilskipta eins og ég var að gera. Það hefði verið öruggara en ég var hérna í dag fyrst og fremst þess að reyna að ná ákveðnum tíma. Ég var að berjast við tíma frekar en að sigra. Fyrir mér þá skipti það minna máli. Þetta er bara aðalmálið er að hafa gaman að þessu og mæta hérna til þess að hafa gaman að þessu fyrir sjálfan sig. Ég hef oft unnið, búin að vinna tugum skipta í gegnum árin. Fyrir mér að vinna eða tapa skiptir ekki máli. Þetta er bara aðalmálið að mæta hérna, vera með félagunum og hafa gaman að því að keppa. Þegar að menn keyra í beinni línu út beina braut, hvað getur farið úrskeiðis? Allt bara. Það getur bara hvað sem er farið úrskeiðis. Allt frá því að þú fer ekki beinn út úr startinu eða ert á seinna ljósunum eða hittir ekki gír eða það eru bara allir hluti sem geta að fara úrskeiðis sem gerir þetta mjög skemmtilegt og það er eins og segið, það er enginn búinn að vinna ferð fyrirfram. Það er alltaf að sýna sig aftur og aftur eins og sigurvegarar dagsins í dag sko. Það hefði enginn lagt hausina við að þeir myndu vinna eins og Jón Borgar Loftsson vann og það hefði enginn lagt undir með það sko. Það hefði allir sagt að margir aðrir myndu vinna undir honum. Þannig að það er ekkert gefið að kraftmesti bíllinn vinni? Nei sko, það er að skemmtilega í þessu sko. Kraftmeiri bílar, sérstaklega með beinskiptan rosalega kraftmikið bíl, þá ertu komin bara ótemju. Þetta er eins og að vera með ótaminn hest eða taminn hest. Því meiri orka, því meiri ótemja og þá eru fleiri hluti sem geta að fara úrskeiðis. Þannig að það er ekkert gefið að tvær ferðir verði eins þó þeir séu teknar á sömu braut við sömu skilyrði í röð? Nánast aldrei sko, sérstaklega maður er farin að blása meira og setja meira orku inn. Þú getur gert þetta stabíla, ég hef getið verið miklu stabíl í dag ef ég hef ekki verið að blása svona mikið. Þannig að maður getur svolítið stjórnað því meira afl sem setur á beinskiptan bíl því erfiðari verður hann, það er bara svoleiðis. Ég var fyrst og fremst að keppa við sjálfan mig til að hafa gaman að þessu, til þess að ná tíma í dag. Já, ég er mjög ánægður með daginn þó ég hafi tapað öllu sem ég gat tapað. Þannig að þetta var mjög skemmtilegur dagur. Settir persónulegt met í staðinn? Já, ég fór langbesta tíma sem ég farið á bílnum, bæði í hraða og 1/8 tíma. Þannig að þetta var mjög góð dagur hjá mér. Við erum í skúrnum á Baldvini Gunnarsinni og við erum að heimsækja Team 23. Segðu mér, hvað er Team 23? Það er bara svona jaðarsport sem við allir félagarnir í honni. Sleða og hjól og skíði og snjóbretti og svona. Actionsport, grúpa. Hvernig var þetta til? Við vorum semst alltaf allir saman bara með stór kjarni á sleðum og hjólum.
Svo var ekki flott hugmynd að gera bara Facebook síðu bara með okkur öllum, þannig við getum bara talað saman þar allir. Pósta myndum og eitthvað. Já, vídeóum og hvað við erum að gera. Já. Það er svona bara alhliða svona adrenalín hópurinn. Bara hafa gaman. Já, auðvitað. Það er góðið. Svoleiðis. Ef ykkur að núti langar að sjá ykkur, hvert á hann að fara? Það er bara að searcha á Facebook, Team 23, Akureyri. Og þar finnur hann like page sem hann ætti að like. Því þetta er alveg magnað stöf. Hver er tilgangurinn með þessu? Bara að reyna að hafa gaman og svo getur maður að sé hvað maður er að gera. Já. Getur maður reynt að vera betri með að horfa á vídeo sjálf og sér og... Bara, hafa gaman, njóta þess að vera úti, í náttúrunni, upp á fjöllum, einhvers staðar, taka vídeo, séra með öllum, sína hvað maður er að gera. Koma sér á framfæri? Já, ég sé svo. Reyna það. Reyna að vekja líka aftur upp þetta sport. Það er nú alveg leið í smá dvala sko, síðan snjókursið var á hér sko. Það er bara verið að reyna að kikka því aftur í gang sko, sleðasportinu, almennt sko. Já, yngri kynslóðinni, helst líka. En af hverju vélsleðar? Þetta er bara alveg magnað. Bara adrenalínið sem maður fær. Já. Það er gaman sko. Þegar maður neglir á einhvern hól og svífur eitthvað þá... Maður sprengir risa búðarhringju og fær allt í andlitið, það er geðið. Bob. Það er vængið sko. Helst með eina hendi út af því. Ef maður með báðar hendurna á, maður hendur að vera gamall. Já. Það nennir því enginn. Það nennir því enginn sko. Já, keyrið allir einhendir það? Já, helst að prjóna húsinu og svo. Það er alltaf í lagi að keyra með tvær hendur. Ef skíðin lyftast þá verður það að fara að slöpa í hendinni. Já, annars ertu bara gamall kall. Og það veit það enginn. Já, best að við að prjóna. Það er náttúrulega einhver að taka upp sko. Og alveg komin upp og sleppa með einni hendinni. Og maður er perfect shotið á það. Eina ljónsleip. Boop! Sigþór. Shit, hvað flög á handspakkaði. Alveg með þetta. Það er bara að fara eins rætt og Þórði á, þetta var ekki eins og pallur, hann var hálfmokaður á það. Rúnar er ekki búinn að vera einn að moka hann. Alveg brjálar að það ekki komið upp á. Og hann er, þetta er bara svona hópleikur. Og Sigþór kemur bara á fulla á hann. Blikkar ekki auga, sko. Svo neglir hann á hann, svo er hann bara svona, og svo fer hann bara svona og svona og svona. Eins mikið til hliðar, og hann ætlar ekkert að hoppa af, hann ætlar bara að reyna að rétta hann. Og bara að vippa hans. Svo lendir hann bara svona og... Þetta fer bara í eitthvað rugl, sko. Það var alveg svalt krassum. En hann labbaði hitt frá því, sko. Það svo einhvern spori eitthvað í hendina og hann er svona góður. Það er gott. Utan það var bara góður, sko. Eins og nýr. Sleðvík. Ég meina þú átti ekki eftir að komast þetta áfram nema á slasi, þetta annarskast einu sinni. Og gerist kom ekki framfæri nema maður detti nokkur sinnum. Og lærir að mistökum. Já. Það held ég að enginn hafi náð því að verða góður í einhverja annars að detta á með þessi, sko. Já, þessi skák. Hvað er besti sliðin? Það er bara smekksatriði. Það er algjört smekksatriði. Og mér er það Polarisinn, IQ. Polaris? IQ-R. IQ-in er gríðarlega góður fyrir svona vitlisinga eins og okkur. Er það svona fjörsnheldir? Svona... Það eiga að vera það. Já, strákar, hvað er Team 23? Þetta er rauninni bara grúpa með okkur fullt af sleðastrákum í og svona til að mæla okkur mót hvernig við erum að hittast, hvað erum að sleðast og alls konar þannig. Bara að reyna að þjappa þessu liði saman sem er hérna á Akureyri í kring. Og hvað er það sem ég gerir svona helst? Keyra snjósleða. Já. Snjósleða? Snjósleða, helst. Af hverju snjósleða? Svo ógeðslega gaman. Hvað, fáið það ekki út úr því að keyra vélsleða? Já, það getur bara verið, þú veist, þess vegna að fara á sprauti í einhverju brekku, það getur verið að fara og moka saman pall og ná einhverju góðu stökki eða bara, þú veist, hvað sem er. Já, bara að vera slagir og grilla. Já. Já. Þess vegna. Hvað fáið þið mest út úr? Stökka. Já, ég held það, mest. Hvað er planið á okkur? Hafa gaman á liðinu.
Hvernig sleðast þú til dæmis á bátum? Artigat. ZR. Af hverju? Því að pabbi minn sagði mér. Því að pabbi minn sagði mér að gera það. Nei, bara, þú veist, góður stuttur sleði til leiksara. Jóni, hvernig sleðast þú á? Ég er á Lynx RE 800. Ok, af hverju Lynx? Ég var alltaf, þegar ég var að keppa í snowcrossinu, þá var ég kominn á Lynx og bara er að fíla fjöðrun í þeim alveg ótrúlega vel. Fyrir mér er þetta yfirburðafjöðrun, en þú veist, þetta er allt saman smíðað úr álpappír og þetta er allt saman rusli, sko, þannig að það er bara spurning. Ná, hnoðvirki. Já, nákvæmlega. Hvað er svona eftirminnilegasta krassið eða stökkið? Ég var að keppa í úlingaflokki í snowcrossi og Guðmundur Skúlason, besti æskuvinur minn, hann stökk og lendir ofan á mér. Það er svona eftirminnilegast hjá mér, sko. Ok, ég skil það alveg, sko. Og hefur það ekki þetta áhrif á þig núna? Ertu alveg góður það? Nei, það slapp vel. Gallinn rifnaði, en ég hljóp heill í burtu. Hann keyrði bara inn í pit, ég held að hann væri búinn að drefa mig. Flúið vekk. Bila vélsleðar? Já. Alveg sama hvaða sleða þú kaupir, hann mun bila. Hvaða öryggisbúnaður á að vera til staðar þegar maður er að keyra vélsleða? Þegar ég fer á sleða, þá er ég alltaf í góðum skóm, snjóbrettaskóm eða sleðaskóm, stífurskóm, nýjarspekkum, brynju. Ég keyri alltaf í nýrnabelti og hálskraga, svo hjálmur náttúrulega sjálfsög. Svo er bara eitthvað góður hlýr galli eða þunnur galli eftir því veðrið. Ef þú ert að fara eitthvað upp í fjöll, þá ertu með snjóflóðastöng og íli og skóflu og margir í dag konum við snjóflóðabafóka. Allir mín reynsla, Team 23 sé ekki bara það sama á öllum hinnum. Ég veit ekkert nákvæmlega hver stofnaði þetta eða hver heldur mest utan um þetta, en þetta er mjög gaman að þessu og loksins er einhver að gera eitthvað að viti. Sko ég er náttúrulega sleðasport sem ég kann það best, er náttúrulega bara að keppa í snowcrossi. Gerði það alveg til að byrja með, fór aldrei á fjöll fyrir bara í rauninni fyrir 2008. Ég var alltaf bara að keyra í hringi og keppa í því, sko. En fullkominn sleðadagur, það er bara fara bara sem styðst með sem flestum og bestum vinnum og það þarf ekki að vera mikið, sko. Það bara þarf ein hengja, það þarf ekki mikið meira, sko. Ef það er gott veður og allir í góðan gír, þá þarf að vera merkilega lítið. Stökkva á prjóna og deila lygasögum, það snýst til að bara það. Velkomin á Ólafsfjörð. Drekka hann ekki.